Komið þið sæl, þetta er Pólitíkin, 32. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Þessi þáttur er svo fyrsti frá því að hægri hliðinni var hleypt af stokkunum í mars á þessu ári sem tekin er upp í gegnum fjarupptökutækni. En viðmælandi minn að þessu sinni er staddur í Vestmannaeyjum. Í þættinum ætlum við að ræða nýsköpunarmál, COVID, lausnir og tækifæri til atvinnu og verðmætasköpunar í kreppuástandi. Við ætlum að ræða það hvernig það er að vinna hjá stóru alþjóðlegu fyrirtæki frá Vestmannaeyjum, tækifærin sem fylgja því að flytja einstök störf í sínar heimabyggðir og vinna gegnum netið. Við ætlum að ræða um stöðu drengja í skólakerfinu, svo fátt eitt sé nefnt. Gestur pólitíkurinnar að þessu sinni er Tryggvi Hjaltason, formaður hugverkaráðs Samtaka iðnaðarins sem starfar hjá greiningadeild CCP. En Tryggvi býr með eiginkonu og börnum í heimabæ sínum Vestmannaeyjum, þangað sem hann flutti tilbaka fyrir nokkrum árum og sinnir, eins og fyrr segir, störfum sínum fyrir CCP. Vertu velkominn, Tryggvi. Takk fyrir það, Ingvar. Svona aðeins í upphafi fyrir hlustendur sem kannski þekkja þig síður, hver er þinn bakgrunnur svona fyrir utan að vera úr Eyjum? Hvað hefur þú fengist við ævina? Heyrðu, ef við kannski byrjum aðeins hvaða menntavíg gekk, ég ákvað eftir útskrift úr framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum að fara til Bandaríkjanna og ferðast þar í hálft ára að leita mér að góðum háskóla og fann þar nám sem heitir Global Security and Intelligence Studies. Já. Og sem var svona nám sem var sett upp af fyrrum CIA-prófessorum í kannski erfitt að útskýra með íslenskun okkar að við hefum ekki orðið yfir intelligence en það er í stuttu máli til að undirbúa fólk til að fara út í leyniþjónustustörf. Þetta er á hápunktinum í stríðinu gegn hryðjuverkum. Það var mjög fróðlegt og skemmtilegt nám, ég tók sem BS-gráð í því. Svo kom ég heim og tók grunn í hagfræði og enda á að ná mér í meistaragráð í fjármálum frá Háskóla Íslands og ég tók nú líka á sínum tíma lögregluskólann. Síðan hef ég unnið svona víða fyrir ríkið, ég hef unnið fyrir 5 mismunandi ráðherra í 3 mismunandi ráðuneytum, innanríkis- og dómsmálaráðuneytinu og nýsköpunarráðuneyti og fleiri stöðum. Ég hef líka unnið fyrir ýmsar löggæslustofnanir, Landhelgisgæsluna, lögregluna, embætti sérstaks saksóknara. Svo hef ég unnið bara víða eins og í Vestmannaeyjum fyrir Ísfélagið og í Frystilöndun og slíkt en núna sérst vinn ég fyrir CCP og starfa þar fyrst og fremst í kringum svona analytics eða greiningarmál en ég hef nú reynda tekið að mér ýmis verkefni fyrir þá sem er bara rosalega skemmtilegt og svo hef ég setið í stjórnum á nýsköpunarfyrirtækjum og svona komið aðeins að fyrstu skrifunum hjá nokkrum þannig fyrirtækjum. Þú sagðist að hafa setið í stjórnum nokkra nýsköpunarfyrirtækja en hefur þú starfað hjá fleiri nýsköpunarfyrirtækjum en CCP? Sko ekki sem svona fastur starfsmaður, ég komið bara í ráðgjöf að nokkrum fyrirtækjum sérstaklega svona fyrstu metrunum og reynir bara alltaf að hjálpa ef það leita til mín, það er alveg töluvert leita til mín svona með ákveðna ráðgjöf sérstaklega svona fyrstu metrunum sem ég reyni alltaf að verða við. En hvernig kom það til að þú ákvast að flytja með fjölskylduna aftur heim til Eyja og hvernig hefur svona gengið að sinna starfiðinu þaðan? Nú hefur vantarlega verið á skrifstofunni hérna í Reykjavík til að byrja með? Já, sko þetta er góð spurning. Við vorum, þegar við förum að velta þessu fyrir okkur, þá voru orðin 10 ár sem við byggum síðast í Vestmannaeyjum og þá áttum við orðið 3 börn og það var bara svona ýmislegt, umferðin var búin að vera að vaksa svona hægt og rólega undanfarin ár í Reykjavík, íbúðaverð var alltaf að hækka og við vorum ennþá á leigumarkaðnum og mér fannst bara vera ógeðslega mikið svona stress í Reykjavík og foreldrar okkar beggja, mín og kona minnar búa í Vestmannaeyjum og alltaf þegar maður kom þangað þá var þetta bara svona eins og að fara í eitthvað spa í náttúrunni. Það var bara, maður kom alveg endurnærður tilbaka og það var eitthvað svo yndisleg upplifun og svo bara svona rólega fer þetta að festa hugan festa svona rætur í huganum þessi hugmynd bara en við gæti nú bara flutt aftur heim og mögulega bara tekið starfi með mér í CCP og CCP er nú alþjóðlegt fyrirtæki og við vorum alveg með fordæmi fyrir þessu og með starfsmenn út allan heim sem unnur í mót og þannig ég ákveð bara að opna þá samræður við CCP og þeir taka bara rosa vel í það og segja bara já Tryggvi við styðjum þig bara í því sem við vilt gera og við höfum alveg getað látið þetta ganga og þannig ég fer að skoða bara húsnæði í Vestmannaeyjum og finna alveg yndislegt einbýlishús á risastórt í toppstandi fyrir bara verð 80 fermetra íbúðar hérna í borginni og bara svo bara fer allt þetta ævintýri í gang og ég bara stekk á það og við flytjum heim og CCP bara
læti mig fá allan búnað og leiði fyrir mig skrifstofu hér og bara styði mig í þessu og það hefur gengið alveg vonum framar. Þetta var í rauninni ekkert mál svona eftir á að hyggja. Maður fer á og til í borgina þegar þess þörf, svona það eru kannski stærri kynningar eða svona mikilvæg fundi sem þarf svona betra að vera í návígi að velta fyrir sérstaklega hugmyndum eða skapandi vinna eitthvað svoleiðis. En að öðru leyti tekur maður þessa fundi í fjarvinnu. Það komi líka óvart að því ég vinn mikla greiningavinnu, ég þarf oft að fara djúpt í tölur eða reyna svona að finna út hvar eru 20% sem eru hreyfa 80% fyrir okkur og þá fæ ég miklu meira næði í það náttúrulega verandi í Vestmannum. Þannig að svona einhver leiti bara var ég afkastameiri. Þú þarft vissulega að hafa aðeins meira fyrir því að svona minna á þig og ég tók alveg eftir því svona eftir fyrstu vikunar að ég þurfti svona kannski í lok vikunar að taka auka hálftíma í að hringja svona í vissa aðila bara til að halda sambandinu og minna á mig en leiður meðvitaður það þá í rauninni gengur þetta ótrúlega vel og þetta hefur verið alveg bara draumi líkast fyrir mér, mikil og góð upplifun. Frábært. Þetta eru örugglega tækifæri fyrir marga sem að einmitt í svipuðum sporum og þú og hugsa að það langi að flytja aftur heim en kannski hafa svona ekki alveg stokkið út í það. En kannski að nýsköpunarmálum almennt. Af því að þú hefur verið mjög virkur í opinberu umræðu og náttúrulega hefur mikla reynslu og komið að ráðgjöf hjá ýmsum fyrirtækjum. Þegar kemur að nýsköpunar og sprota og frumkvöðlastarfsemi og núna nýverið var greint frá því að ráðherra nýsköpunarmála Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefði lagt inn í samráðsgátt frumvarp til laga ýmsar breytingar á stuðningi við nýsköpunarumhverfið og kannski áður hún nýbúin að innleiða Kríu frumkvöðlasjóðinn sem er spennandi en kannski stóra breytingin eða svona stærsta kannski að manni virðist vera í þessu frumvarpi að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem var vísu búið að boða áður en það komið núna í frumvarpsdrögum. Síðan á að stofna nýsköpunargarða og þá að efla framlög til landsbyggðartengdara nýsköpunarverkefna. Hvernig snerta þessar breytingar sem að ráðherrann að gera þig og svona annað sem hefur verið í gangi hjá ríkisstjórninni og af því að ýmsir hafa spurt sig að því og það áhugavert bara að fá þitt sjónarhorn á það. Er eðlilegt eða gott skref að leggja niður einu stofnunina sem hefur heitið nýsköpun í nafni sínu? Já, þetta eru mjög góða spurningar. Það núna eðlilega svona ákveðin umræði gangi þessi skref og einhverju sem ekki sáttir og ég bara fagna því að það er alltaf gott eða umræðum þessi mál. Það gleymist aðeins í þeirri umræðu að það búið að vera alveg ótrúlega mikil forvinna á bakvið þetta og Þórdís má nú eiga það að hún var nú ekkert að flýta sér í þetta einhverju óðagöti. Hún stilti til dæmis upp stýrihóp fyrir mótun nýra nýsköpunarstefnu fyrir Ísland og það var engin smá hópur, það voru fulltrúar allra flokka fengu að skipa í hann, það var reynt að fá svona háttsetta eða reynslumikla aðila úr nýsköpun og atvinnulífinu bara á öllum vinklum inn í hópun og það var stór hópur og hittist í margar vikur og hann ræddi við að fulltrúa úr nýsköpunarlífinu bæði fyrir lítil fyrirtæki, millistór fyrirtæki, stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki og þetta tók heillangan tíma þar sem var bara kortlagt hver staðan í nýsköpunarmálum í Íslandi og ef við förum bara beint í síðustu spurningunni sem var varandi NMI, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, að þá var alveg ljóst svona í svörum hjá langflestum í þessum viðtölum, að því ég satt nú í þessum stýrihópi að svona ríkið var einhverju leiti að gera hlutina vel og einhverju leiti voru svona skref eins og að geta fengið styrki úr Rannís eða Tækniþróunarsjóð og svoleiðis að var bara mikilvæg fyrstu skref fyrir mörg fyrirtæki. Að öðru leiti virtist stuðningskerfið ekki vera neitt að grípa rosalega vel fyrirtæki og sérstaklega þegar kemur svona vaxtarstiginu, svona upp úr fyrstu skrefunum og næsta sem að hópurinn komst að var náttúrulega að það voru þegar að fara hellingspeningar í stuðningsumhverfi og á þeim tíma voru einhverju 12 milljarðar eða 10 milljarðar eftir í svona hvernig þú telur það er svona spurning hvort þú telur með til dæmis þróunarsjóði út á landsbyggðunum og annað og Nýsköpunarmiðstöð Íslands var orðin eitthvað rúmlega 60 manna stofnun og upp úr gögnum og upplýsingum sem kom í þessu þá var bara greiningin að það væri mögulega hægt að nýta fjármuni betur og hæfileika
var hægt að færa á til og kannski ná meiri slagkrafti og það ekki eins og ríkið hafi þá ákveðið að fara í niðurskurð. Ríkið er náttúrulega búið og stjórnvöld og þessi ríkisstjórn búin að stórauka framlög inn í nýsköpunarmál og undir þessar ríkisstjórn held ég að sé búin að aukast 63% eða hvað þetta alveg bara rosaleg aukning og ég hef nú alltaf verið mjög gagnrýninn ef að mér finnst stjórnvöld ekki verið að standa sig en ég hef líka þá reglu að ég reyna að hrósa þegar mér finnst þau standa sig og þessi ríkisstjórn án vafa mesta nýsköpunar ríkisstjórn Íslandssögunnar. Sko orðið nýsköpun kemur 19 sinnum fyrir í stjórnarsáttmálanum. Þau eru búin að ráðast í algjört grettistak í til dæmis endurgreiðslu og þróunarkostnaðar, í að breyta skattaumhverfinu, í að geta gert íslensku fyrirtækjum auðveldara að laða inn erlenda sérfræðinga til landsins sem eru með tækniþekkingu sem vantar í kerfinu og svo þessar aðgerðir sem varst að lýsa sem hún Þórdís Kolbrún að ráðast í. Fyrst og fremst það sem er náttúrulega rætt í þessu hvað verður starfsfólk NMÍ. Það var líka alveg klárt að það er fullt af starfsfólki í NMÍ sem er gríðarlega hæfileikaríkt og verðmætt og ég svona persónulega hef aldrei áhyggjur af hæfileikaríku og verðmættu starfsfólki og tala að núna er mikil eftirspurn eftir öllum sem kunni eitthvað í nýsköpun. Þannig ég held að þau munu alltaf finna sér góðan farveg inn í nýjum og breyttum heimi og þá náttúrulega bara vona maður að það verði með auknum slagkrafti þar sem að fé ríkisins nýtist sem best af því það er náttúrulega líka alveg vita og það er kannski þessi sjálfstæðismenn að kannski verið svolítið kallarinn í eyðimörkinni að ræða að það er náttúrulega mjög sjaldgæft að þessi lagðar niður ríkisstofnanir að reynda að gera þær skilvirkari. Þannig ég held að það sé eina tilraunum hjá Þórdís Kolbrúnu. Þannig ég fagna því að Þórdís Kolbrún er tilbúin að fara í erfiðar ákvarðanir en hún er líka að fara í uppbyggingu og setja meiri peningin í málaflokkinn eins og til dæmis með Kríu sem ég tel að sé rosalega mikilvægt skref. Þannig að ég er alveg fyllilega á bak við ráðherrann í þessum skrefum, ekki spurning. Frábært. Það er náttúrulega heldur ekki verið að tala þó að ríkisstofnunum verið lögð niður, þá er ekki verið að tala að draga úr fjármagni í málaflokkin, það er bara verið að nýta peningar með öðrum hætti. Akkurat. Ég nefndi í umganginum að þú ert formaður hugverkaráðs Samtaka iðnaðarins, svona aðeins fyrir forvitni sakir, hvert er hlutverk hugverkaráðs Samtaka iðnaðarins? Já, sko þegar ég fer að koma að þessum málum að fullu sem er þá núna að vera 7 ár síðan, 2013, þá var alveg ljóst sko að nýsköpun er eitthvað sem að það er aldrei neitt á móti. Þú finnur ekkert stjórnmálamann sem er eitthvað að beita sér gegn nýsköpun. En hins vegar er mjög sjaldgæft að stjórnmálamenn setji nýsköpun í forgang og saga svona nýsköpunar aðgerða hjá stjórnvöldum var rosa mikið svona afgangsstærð og eitthvað svona krúttlegt sem að já, við viljum nýsköpun en það er ekki það sem skiptir raunverulega máli. Á sama tíma voru stærstu og flottustu fyrirtækin okkar að byggjast upp mörg bara nýsköpunarfyrirtæki og hefði aldrei getið gert það að það hefði ekki stundar rannsóknir og nýsköpun eins og okkar stærsta fyrirtæki í dag, Marel, en líka Össur og mitt fyrirtæki CCP og núna náttúrulega að vaksa alveg ótrúlegir risar eins og Alvotech og Íslensk erfðagreining er náttúrulega nýsköpunarfyrirtæki og svo er að koma minni núna upp sem eru rosalega flott eins og Keresik og fleiri. Þannig að þetta er mikil gróska í þessu svona og ótrúlega furðulegt að þetta virtist ekki alveg endurspeglast hjá stjórnvöldum í forgangsröðinni. Þannig að við förum að láta svolítið áherslu á það að bara skipuleggja þessa aðila í þessum ólíku nýsköpunarfyrirtækjum og hugverkafyrirtækjum inn í svona bara ákveðið samstarfsvettvang sem við köllum hugverkaráð og Samtök iðnaðarins héldu utanum og ég held að þessi gríðarlegur ávöxtur í því að nú er í 6 eða 7 ár búið að vera að fá alla helstu framkvæmdastjóra, fjármálastjóra og svona lykil fólk í þessum fyrirtækjum að borðinu reglulega í samtal og bara hvað þarf til þess að efla þennan geira, hvað þarf til þess að það geti vaxið upp fleiri Össur, Marel, CCP á Íslandi og hvað þarf til þess að ungt fólk geti farið með hugviti sitt og virkja það og orðið alþjóðlega samkeppnishæft og við byggjum upp þessa 9 fjórðustoð í hagkerfinu og það samtal var síðan bara eftir að ákveðin kortlækning hafi farið fram þá fór það samtal að fara svona með skipulegra hætti við stjórnvöld og núna sérstaklega gennum síðustu 3 ríkisstjórnir og það fannst mér mjög hægt til að byrja með en svo fóru bara svona ákveðni lykilaðilar eins og Bjarni Ben og Katrín Jakobs og Þórdís Kolbrún og svona að grípa þetta mjög föstum tökum og þá byrjuðu bara hlutin að hreyfast mjög hratt og í dag er að mörguleyti stjórnmálamenn finnst mér komnir á undan okkur í bara hvernig eru farnir að hugsa þetta og þeir eru farnir að setja sjálfur í forgang og ég meina eins og í aðgerðapakka 2 í COVID þegar til dæmis efnahags- og viðskiptanefnd undir forystu Óla Björns fór að ræða þessi mál að þá bara gerðu þeir það flottan hátt og voru að koma með svona viðskiptapunkta inn sem að
mér hafði ekki einu sinni dottið í hug, ég hefði ekki heyrt rockararnir sem voru bara rosalega framsæknir, þannig að mér finnst það verður algjör bylting í allir umræðu nýsköpunarmál á Íslandi og það meðal annars út af því að það bara skipulega verið að draga lykil fólki að borðinu og eiga þau samtöl, þannig ég held að sé alveg ofsalega góð uppskera úr þessu öllu, bæði stjórnmálamegin og fyrirtækjamegin. Frábært. Að COVID-19 aðeins, nú erum við og allur heimurinn í rauninni að glíma við töluverð neikvæð áhrif af efnahagsafleiðingum á þessum faraldri og það er stundum sagt að það liggi tækifæri í öllum kreppum og þú hefur sagt að nú sé tíminn til að virkja hugvitið og nýta batnandi stuðningsumhverfi við nýsköpun til að sækja fram og smíða Ísland 2.0. Hvað áttu við? Já, ekki spurning. Ég meina, skoðara bara í dag, Ingvar. Hvað eru verðmætustu fyrirtæki í heiminum í dag? Það eru ekki ráðvöruframleiðendur eða bankar eða fjármálastofnanir, það eru hátæknifyrirtæki. Það eru fyrirtæki sem eru í rauninni með svona oft ósýnilegar vörur sem eru þá bara gögn og upplýsingar og þetta er búið að vera þannig í Bandaríkjunum lengi. 5 verðmætustu fyrirtæki, það eru allt hátæknifyrirtæki og það var nú bara núna fyrir 2 mánuðum sem það var þannig líka í Evrópu að nú eru hátæknifyrirtækin þar orðin verðmætari en fjármálageirinn og ég meina þetta auðvitað ekki að fara að breytast og Ísland held ég að ef við ætlum að halda áfram með há lífsgæði þá verðum við bara að horfa á erfiða staðrendin eins og McKinsey skýrslan 2011 bent á að það þarf, ef við ætlum að hafa 3% hagvöxt á ári sem svona þumalputtaregla sem að flestast ríkisstjórnir setja sem markmið, þá þarf 1000 milljarða verðmætaaukningu í landsframleiðslunni og þeir bentu líka á þessar stoðir sem Ísland hefur byggt á eins og sjávarútvegurinn og stórið og svona, þær geta ekkert vaxið í einhverjum veldisvexti. Það getur hins vegar hugverkageirinn. Hugverkageirinn hefur endalausan skalanleika. Ég meina, fyrirtæki eins og mitt CCP, við getum þannig séð 1000-falda vöxtun okkar. Það er ekki því til fyrirstöðu. Við gáum út nýjan leik daginn sem heitir Eve Echoes og það voru 5 milljón manns sem að forskráða sig fyrir leiknum og það eru nokkra milljónir núna búin að sækja hann. Það er ekki því til fyrirstöðu að þetta veri 100 milljón manns. Við getum vaxið endalaust og þess vegna skiptir máli að byggja upp þessa getu og ég held að þetta er það sem Íslendingar vilja gera, þannig að núna var tækniþróunarsjóður með úthlutanir fyrir það bil mánuði og það voru 900 umsóknir í hann. 900. Það eru 900 ekki Íslendingar, heldur 900 verkefni sem eru tilbúin að fara á laggirnar. Því miður var bara milli eftir í hvaða flokka og skora úthlutana, þá var bara milli 5 og 7% verkefna sem fengu úthlutuna því bara stjórnvöld bara hefðu ekki átt að sjá hvað margir Íslendingar myndu vilja fara þessa leið þannig og núna náttúrulega eru stjórnvöld búin að tilkynna það, þeir vilji tvöfalda sjóðinn og ég held að það sé verið að vinna því sem bara frábært af því að þarna sjáum við að hæfileikarnir byrja að fara og Íslendingar eru náttúrulega það sem er alltaf einkennt okkur, við erum fljót að bregðast við erum fljót að snúa okkur við, ég meina við vorum fyrsta landið að lenda í að vera að dreigja hún í sjóin í bankakreppunni og við vorum líka fyrsta landi sem að fór hratt upp aftur og af því að þá fórum við bara fullu út í ferðaþjónustuna. Núna held ég að við verðum bara að fara fullu út í hugvit og nýsköpun. Ég held að stjórnvöld eru farin að skilja þau eru byrja að undirbúa jarðveginn, einkageirinn hlaupinn af stað og núna meðal Íslendingurinn að byrja að velta fyrir hugmyndum og byrja að sækja styrki í rannís til að komast að stað. Þannig ég held að við séum á ótrúlega spennandi tíma, núna bara skipti máli að passa að skipið geti halda áfram að sigla, að stoppa ekki. Talandum tækniþróunarsjóð og stuðningis opinbera, ég man þegar ég var aðstofamaður ráðherra nýsköpunarmála, þá fékk maður nú oft þær spurningar hvort að af hverju ríki ætti að vera að styðja við nýsköpunar og ég inni? Já. Ég Ok, ég ætla að byrja aftur að því að blikka þessu skján. Talandum stuðningis opinbera við frumkvöðlastarf, þá man ég eftir því frá þeim tíma þegar ég var aðstofamaður ráðherra nýsköpunarmála að það var oft svona gagnrýni á það að væri verið að auka framlög og annað frá ákveðnum svona hópi að af hverju ætti ríkið að vera að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf og þess vegna spyr ég þig að því ég veit að þú veist svarið og hefur örugglega gott svar. Af hverju á ríkið að standa í þessu og skila þessi framlög sér tilbaka og hvernig? Já, þetta er frábær spurning og þetta er eitt af því sem mér finnst hvað skemmtilegast við að ræða þetta við sjálfstæðismenn. Það er rosa mikið þetta svona á ríki eitthvað að skipta sig á, ekki ríki bara stíga til hliðar og vera ekki að þvælast fyrir
og sem eru rosa gildar og skemmtilega spurningar en svo tek ég eftir að fólk setur þetta svolítið bara í sama flokk sko nýsköpun og rannsóknir og þróun eins og bara að ætla að fara að styðja eitthvað svona bara mjög venjulegt fyrirtæki eins og bara að opna pizzastað eitthvað og þetta allt annar handleikur og meðal annars út af því sem ég var að koma inn á hérna áðan að þú veist, þessari 1000-földuna getu og þú ert að fjárfesta í nýrri getu í hagkerfinu og það stóri munurinn að ef þú skoðar sko þróun hagkerfa og tökum bara náttúrulega þróasta hagkerfi sem Bandaríkin sem hefur leitt okkur svolítið síðan seinni heimsstyrjöldinni, þá stór hluti af því að Bandaríkin ríkið dælir peningum í rannsóknir og þróun til þess að tryggja það að einkageirinn geti verið, þú veist, á undan öðrum í heiminum. Ég meina, þú tekur bara eitthvað eins og snjallsíman, sem tækni sem að Bandaríkjamenn fyrst og fremst og Suður-Kóreumenn hafa svona unnið áfram í genið Samsung, að tæknin í snjallsímanum, hvort sem það sko snertiskjárinn, internetið, GPS-ið, allt þetta allt kemur upp úr ríkisstyrktum verkefnum á vegum Bandaríkjanna og yfirleitt í genum Bandaríkjaher og sem að þeir þá ákveða, við viljum vera á undan í samskiptum, við viljum vera undan í hernaðargetu, þeir velja einhver markmið og svo styrkja þeir háskóla og einkageirana til þess að skara fram úr í þessum rannsóknum. Þeir leyfa síðan einkageiranum að græða á því þegar það komið og þannig byggist upp öflugt hagkerfi og það annar vinkill í þessu sem að gleymist stundum sem að einkageirinn hann fjárfestir ekki sögulega hann ekki öflugur fjárfestir í grunnrannsóknum, hann hefur aldrei verið það og það út af því að grunnrannsóknir eru tímafrekar og taka langan tíma og einkageirinn bara út af svona módelinu sem byggst upp í nútíma viðskiptaumhverfi þar sem að þú ert að skilin hagnaði ársfjórðungslega og það yfirleitt sett mörk á fjárfestingasjóði, þá henta fjárfestingar í grunnrannsóknum gríðarlega illa og bara út af eins og uppgjörum á skráðum félögum. Við veljum að gera uppgjör ársfjórðungslega en það bara mannanna verk og það að velja að gera uppgjör í fyrirtæki ársfjórðungslega þýðir að þú ert að velja að búa til hvatakerfi í fjármálakerfinu sem þýðir að það hentar mjög illa fjárfest í grunnrannsóknum. Það ákveðin svona hluti sem eru bara hvers konar hvatakerfi byggju upp í fjárfestingageirann sem að þýðir það að öflugasti aðilinn í fjárfestingum í grunnrannsóknum hefur alltaf verið ríkið og þau ríki sem velja fjárfest í grunnrannsóknum yfirleitt að velja fjárfesta í hagvexti eftir 10-15 ár og þau ríki sem hafa verið best í þessu eru þau ríki sem eru með mestan hagvöxt og langmestur lífsgæðan í dag. Það ekki spurning, ég geti farið yfir lið fyrir lið með núna yfir ríki sem eru öflug í þessu og þetta eru allt kapitalista vestræn lýðræðisríki að mestu leyti. Þannig að já, stuttasvarið við spurningunni að það ekki spurning að ríki á að taka afgerandi afstöðu þarna í og styðja við þetta að því að ríkið vill hafa öflugan einkageira, það vill hafa góðan hagvöxt og það vill hafa öflugt velferðarkerfi, þá þarf það að ákveða að fjárfesta í þessum skrifum þarna. Kannski bara allt öðru, svona að lokum. Ég veit að þú hefur gert stöðu á úttekt drengja í skólakerfinu sem kom ekkert sérstaklega vel út og kannski rímar ágætlega við aðrar úttektir sem hafa verið gerðar. En ég svolítið forvitin á að vita svona, heyra hver þín sjónarmið í þessu máli og hverjar þínar niðurstöður voru og hvað við getum gert til að bregðast við og bæta stöðu drengja í skólakerfinu. Já, sko ástæðan fyrir ég finna að skoða þetta eiginlega svo sama að ég fer að skoða þessi nýsköpunarmál. Í 2011 eignast ég dreng og í fyrsta sinn á ævinni verið ég ábyrgur fyrir öðru lífi en bara mínu eigin og ég fer svona í kjölfarið að horfa í kringum mig og bara Ísland gott land að ala upp barn og fjölskyldu og eða ætti ég kannski frekar að bara koma út í Bandaríkjanna eða Svíþjóðar og hvernig að ala upp barn hér og fer að skoða það og kemst að því að Ísland virðist skara algjörlega fram úr ef ekki bara efst í heiminum í því að byrja að koma sér að stað sem svolítið svipuð stað eins og í nýsköpunarumhverfinu okkar. Það rosa fínt að byrja á Íslandi en þegar svona barni fer að vera eldri og fer að skoða tækifærin í heiminum og möguleikana og fara inn í menntunarkerfið svona seinni stigum og svona, þá þetta ekki eins skýrt mál hvort Ísland sé endilega fremst en þá og rannsóknin mín á því þá á svona hagkerfinu leiddi mig inn í þessa niðurstöðu á því að það að efla hugverkageirinn í Íslandi en rannsóknin á menntakerfinu leiddi mig svolítið að þeirri niðurstöðu því miður eftir að hafa rætt mikið af kennurum og ég hef rætt þetta marga líka fyrirverandi menntamálaráðherra og starfsfólk víða og bara foreldra og aðra að menntakerfi okkar svona
glíma við rosalega stórar breytur sem að því virðist ganga illa að skila svona það sem við myndum segja að vera ásættulegan árangur úr, og stærsti fórnarkostnaðurinn þar eru íslenski drengir. 34% þeirra til dæmis sem að er meira en 1/3 útskrifast úr grunnskóla og er búin að vera 10 ár í menntakerfinu okkar og þeir geta ekki lesið sér til gagns. Og bara þessi tölfræði ein og sér er náttúrulega alveg ótrúlega sorgleg. Ef við finnum síðan aðeins lengur og skoðum það háskólaskráningar, þá eru drengir orðnir 1/3 þar og það fyrir lækkandi með hverju árinu. Þannig að þeir og sem er náttúrulega kannski skiljalegt ef að stór hluti þeirra getur ekki lesið til gagns, en það er held ég fleiri ástæður þar á bakvið. Ávísun á til dæmis svefnlyfjum til mjög ungra drengja hefur 18-faldast síðan 2003, sama með ávísun á hegðunarlyfjum, og það er alveg margvísleg vandamál sem að svefnlyfin náttúrulega tengist ekkert endilega grunnskólakerfinu en þau hafa náttúrulega áhrif á frammistöðu drengja inn í því, og hafandi sagt þetta þá er ég ekki að segja sko að staða stúlkna sé eitthvað frábær. Þær eru líka þjást, þær bara ekki eins miklu magni, og það er alveg, ég man ekki töluna nákvæmlega hvort þessi 21 eða 2% þeirra sem að útskrifast og getur ekki lesið til gagns. Og þetta held ég að sé rosalega stórt atriði upp á bara framtíð að geta okkar aftur sem hagkerfis að byggja gott velferðarsamfélag, að við séum með gott menntakerfi sem að skilar út náttúrulega fyrst og fremst læsum einstaklingum, en líka bara einstaklingum sem að líður vel og eru hamingjusamir og vilja vera skapandi og leggja sitt að mörkum, sem að drengir í vaxandi mæli virðast ekki vera og ekki koma þannig út úr menntakerfinu. En er ekki klárt að við getum gert betur? Ég meina þessar tölur 33%, manni finnst eins og þetta sé eitthvað vandi sem hefur hefur orðið til á síðustu árum og áratugum. Manni finnst þess að þetta hafi ekki verið svona hérna áður fyrr. Já, var meira áhersla á lestur áður, eða hvernig stendur á því að þetta er svona? Ég er 100% samfærður það að við getum gert betur, og það sem ég hef verið mjög hissa á er að núna 2 ár, 2,5, það er næstu í 3 ár síðan ég tek saman svona bara smá samantekt á gögnum sem voru til í kerfinu. Það voru bara gögn sem ég fann hjá landlækni, hjá menntamálaráðuneyti, úr samnorrænu rannsóknum, og það sýndi mjög afgerandi hvað staða drengja er rosalega slæm í menntakerfinu, og ég skrifaði einhverja greinum þetta og talaði við fullt af þingmönnum og sendum upplýsingar á menntamálaráðuneytið og annað, og síðan þá hefur ekkert gerst í sérstaklega stöðu drengja. Það er engin úttekt hjá, ekki sem ég veit allan hjá menntamálaráðuneytinu annar staðar nákvæmlega akkur staða drengja er svona slæm. Hins vegar er alveg rosalega mikið af góðu fólki, mikið af kennurum sem hefur haft samband við mig og einhverjir þingmenn og mikið af foreldrum og einstaklingar á atvinnulífinu. Það hefur aukast mikið undanfarið að bara svona framkvæmdastjóra fyrirtækja hafa samband við mig og segja bara, heyrðu, ég heyrði þið tala um þetta, hér eða þar, og bara hvað getum við gert í þessu. Þannig að það er svona, vitundavakningin er að fara í gang, og ég held að það er náttúrulega ekki hægt að reka samfélag til lengri tíma og hunsa þetta, út af því að ef þú skoða bara svona hvað þetta hefur áhrif á margar fjölskyldur, þá eru örugglega fá mál sem við Íslendingar glíma við sem er eins mikið vandamál sem hefur áhrif á eins margar fjölskyldur eins og nákvæmlega þetta. Þannig að ég er mjög hissa ef að einhver stjórnmálaflokkur fer ekki að setja þetta á oddinn. Sjálfstæðisflokkurinn er þetta samþykkti á síðasta landsfundi mjög harðorða ályktun þar sem að var vilja að fara betur í þessi mál, en því miður hefur náttúrulega lítið gerst síðan þá. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki með menntamálaráðuneytið, en mér finnst nú samt að bara út af því hvað eru mörg líf undir í þessu umræða, þá þarf að setja þetta miklu ofar, og ég held að það sé margt sem er hægt að gera og mikið tækifærislandslag, og ég er alveg hjartanlega sammála, við 100% getum breytt þessu. Tryggvi Hjaltason, ég held við látum þetta vera að loka orðin í þessum 30. og öðrum þætti af pólitíkinni. Takk kærlega fyrir að koma og veita okkur innsýn inn í þín störf og þínar hugsanir. Það hefur verið mjög áhugavert spjall og ég óska þér allsins besta. Já, takk fyrir það, Ingvar. Sömuleiðis, ég hafði mjög gaman að þessu. Sjáumst. Bye bye.